Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinu klukkan 8 og verða sagðar fréttir. Hjá mér Laufey Líndal og Sigurjón Magnús. Við ætlum að byrja á svona skúpi RÚV sem er Samherjamálið. Þeir voru með frétt í morgun eða í hádeginu, en svo voru þeir líka með frétt í kvöld. Það sem er unnið upp úr gögnum sem að saksóknari hefur náð. Þetta er ekki unnið upp úr fræga farsíma skipstjórans. Heldur er þetta það sem er náð upp úr gögnum, og þar kemur fram að svona kannski eins og allir byggust við, að það er ekki teknar neina ákvarðanir inn í Samherja nema Þorsteinn Már samþykki. Já. Þeir eru segir hérna héraðssaksóknara því þeir ná að úr gamalli tölvu Jóhannesar Stefánssonar og þar koma samskipti þeirra vel í ljós. Já. Þannig að það er bara... En er þetta ekki bara í takt við það sem að flestir reiknuðu með? Þannig að einhverjir voru að veita Þorsteini Má verðlaun daginn fyrir framlag hans til íslensks samfélags og fleira. Það er ekki Hvalasafninu? Já, þannig að svona í takt við upphaflega Kveikþáttinn og þær fréttir sem komum þar, það var náttúrulega mikill leki af skjölum, það var Wikileaks tengdist því, 30.000 skjöl ef ég mann rétt sem að koma. Þannig þetta er svona í takt við það sem að áður hefur komið fram. Styður ekki málstað Þorsteins Más? Nei, alls ekki. Og héraðssaksóknari getur þarna einhvern veginn skýrt, að þetta búið að taka svo langan tíma, því að þetta hefur verið svo flókin rannsókn. Það má vera. En að því ég nefndi... Þessi tölva sem hann kemst yfir núna, hún kemur með alveg nýja flötti í þetta mál. En hvað er nýtt í þessu? Ég meina, það voru áður í fyrir gögnum, Þorsteinn Már var í samskiptunum og... Já, það kemur hérna bara kommentur á honum, ok, flott, þá gerum við þetta. Þetta er svona... Það sem hann er ákveðið þetta, er allt borið undir hann. Já. Og við höfum séð myndir af honum þar sem hann er með mútuþegunum. Og það er mjög ótrúlegt að hann sé þar í einhverjum veislum með mútuþegum og svo séu bara einhverjir aðrir starfsmenn Samherja að leika sinn eigin leik og að múta þeim fram hjá Þorsteini til þess að Samherji fái sem mestan kvóta sem arðurinn rennur til Þorsteins og fjölskyldum. Þú mátt ekki sinna eins og ég sé að verða Þorstein. Þetta styður hans málstað ekki? Nei, mér finnst þetta, þetta er skýrir hluta til hvað er búið að taka langa tíma. Það sé svo erfitt að ná þessu upp úr tölvudrifinu? Já, þetta er eitthvað gömul tölva sem það er komið sig fyrir. Herðu, en í þetta helst í hádeginu að þá voru fréttir líka af Samherja, þá var verið að fjalla það var lykilvitni sem er að segja það að sá sem að stýrði Samherja í Namibíu hafi borið á sig fé ef að hún myndi bara ekki ræða málið. Upp á 100 milljóna króna fyrir að þegja. Það er samt svolítið svona sagan, maðurinn hennar er einn sem þáði mútur og hún kemur bara heim og veit ekki um og segir veistu hvað, þau voru bara að bjóða mér fullt af peningum og ég segði ekki neitt. Hvað ætlar að taka við þessu? Þú getur ekki gert það hér og þá, þú eru að fara til Q1 og taka þessu þar. Þá er þetta maðurinnar, hann var alveg með þetta á tæru eins og hann hefði gert þetta En hún tengir þetta Samherja, þessi starfsmaður Samherja sem hefði boðið henni féð, ekki maðurinn hennar. Hún heitir Sharon Nwembu og þekki lítur Samherji vel út eftir þessa frétt? Nei. Leitum ekkert vel út áður en hérna. Þeir hafa verið eitt gríðalegri orku í að reyna að rétta sinn hlut. Við erum svona hægt og bítandi að reyna að sveigja þessu máli sem við eru oft gert. Er það ekki í Klaustursmálinu þá er þetta alltaf vera þeim sem að tóku upp að kenna. Og það er þeim einu voru fórnunum. Þeir sem að kenna sem að notuðu gögn eins og það sé ekki alvanalegt hjá blaðamennum að nota gögn sem eru kannski þjófstólin og fleira. Þannig verða allir lekar til, það er ekki hægt að leka öðruvísi. Við þekkjum það úr lífinu. Og Helgi Seljan, hann var mættur í settið í kvöld, í fallegri peysu, með Samherjamerkið á bakvið. Ég held að Samherjamenn sé ekki ánægð með þetta, þeir hafa svolítið persónu gert þetta á Helga Seljan og nokkra blaðamenn. Láta draga það upp að þetta séu menn sem að
vilja öllum illt og séu keyrðir áfram að einhverjum eigin hefndarhug eða ég veit það ekki. Já, eða líka hitt, sko, sameramennir eru örugglega svona fullir að hefndarhug á þessa menn. Það held ég sé nærlegi. Já, það er njósnaðum á og... Já, eins og komið fram í, hvað heita, skrýmsladild. Já. Ekki til fyrirmyndar. Herðu, en ég fann að því að Samherjamáli þá er gömul frétt frá Heimildinni sem sagði fréttin á sama tíma og Kveiksþátturinn var. Þetta var 12. nóvember 2019. Það eru 6 ár og tæpur mánuður sem þetta var. Það er búin að vera ótrúlega langur tími. Bara... En það er búið að rétta í stóru hlutamálinu út í Namibíu með frétt frá Namibíu. þar sem verið að tala að það sé nú hætt á því að það geti tafist enn 2 ár, en þá er það út af áfrýjunardómstól og það er út af einhverjum málefnum dómara sem að þar er. Þeir eru búinir með þetta í héraðsdómi og búið að dæma þar menn í þungar fangavistir, meðal annars þennan sem var á myndinni. En þar er talað að þetta haldi kannski áfram í 2 ári viðbót. En það verður örugglega meiri fréttir frá RÚV. Nú er líklega ekki heimildin samstarfsaðilegra, ég veit ekki. En við reiknum með að verði bara fleiri fréttir upp úr þessu á næstunni. Það er einhver sem er að leka þessum upplýsingum í RÚV. Það er greinlegt. Þetta er ekki hluti af hinum opinberu gögnum. Eða er þetta í málskjölunum út í Namibíu, þar sem það kemur fram. Það náttúrulega komu hinga menn frá Namibíu og voru óskað til samráði við héraðssaksóknara til þess að fá gögn. En við reiknum með að verði fleiri fréttir af Samherja og eitthvað viðbröð frá Samherja. Það komu mjög undarleg viðbröð í dag frá Samherja. Við erum ekki að pæla í þessu, þetta er bara til í fortíðinni, við erum að horfa fram á veginn. Við erum íslenskt sjávarútvegsfyrirtæki. Það var svoleiðis. Þeir eru alltaf búin að vera í smá ímyndarherferð, fjölluðum það hér fyrir nokkrum vikum. Komum meðal annars inn á neytendamarkað með svona hnakkarstykki úr þorski, besti bitinn heitir það. Og sonur Þorsteins er svona tekin við sem andlit fyrirtækisins. Mynd af þeim tveimur standandi eitthvað staðar út í náttúrunni. Eða fyrir fram á sjáin. Rúnar bílasali ert í bílahugleggingum. Þeir eru í auglýsingunni sjálfur. Þeir voru þarna tilbaka til að kynna bestarbitan. Haldið þið að þetta ákæra verði birt á næstunni eða? Maður er náttúrulega svolítið langþreyttur á þessu máli. 6 ár og 1 mánuður er langur tími. Það er það. Herðu, en ég er með frétt. Það voru ekki líka fjallum það, þessi embætti sem voru fjársvelt svolítið í 10 síðustu ríkisstjórnar. Samkeppniseftirlitið. Það var áður en að koma að Samherjamálinu, en það var ekki í síðasta ríkisstjórn. Það var eiginlega grófasta var að sérstakur saksóknari sem var skipaður í tíð vinstristjórnarinnar 2009 til 2013. Að þegar ríkisstjórn Sigmundar Davíðs og Bjarnar Ben tók við, að þá var dregið fyrir allar fjárveitingar. Hann hefur sagt þetta, saksóknari, að þá hefði verið ljóst að hann hefði þurft að loka öllum málum eiginlega. Hann hefði bara peninga til að halda áfram þeim málum sem voru komin fyrir dómstóluna. Þannig að það voru ýmis mál sem voru svona hálfrannsókuð og ýmis mál sem voru bara komin að því af ákæru. En hann var bara að loka þeim málum öllum vegna þess að hann var búið að skrúa niður alla fjárveitingar því að það fylgir náttúrulega mikill kostnaður á því að vera að reka málin í dómstólunum. Og hann hefur margt sagt þetta, að þetta var bara pólitísk ákvörðun að slökkva á öllum rannsóknum á hrunmálum. Herðu, Bandaríkin gerðu sjóræningar, það er frétt frá BBC, þetta var út allan heim, þarna sést bandarískir, allir þetta ekki sjóliðar, að fara borð í olíuflutningaskip frá Venezuela og þeir tóku það yfir. Sem að... Og ekki innan sinna lögsögu, eða? Nei, tóku það bara í hafi úti. Og þetta hefur verið mótmælt og meðal annars heyrði ég þingmenn, það verið allir demokrata þingmenn sem voru mótmælis og nokkri republikanar fylgdu með og voru að fordæma þetta. Þetta væri ekki við hæfi að Bandaríkjamenn væri farin að stunda sjórán og það þyrfti að vera einhver að því hingað til hafa verið að myrða fólk á svona spýtbátum og það hefur verið á því að hefur verið sagt að þeir hafa verið að smygla dópi og verið drepið á færi, en það er engin sem heldur fram að þetta olíuflutningaskip hafi verið að smygla dópi.
Nei. Þeir eru bara að reyna að skaða olíuútflutningu Venesúela. En hafa þeir fundið eitthvað að fíkniefnin þeir hafa verið að sprengja þessa báta? Þeir eru bara að sprengja þá í tætlur, þannig það er enginn að leita, svo bara sekkur það sem eftir er. Það er ég er með frétt úr venesúelísku pressunni. Það er blað sem heitir El Universal. Það kemur að Putin hringdi í Maduro og lýsti yfir hneykslun sinni á sjóráninu. Hann er nú ekki beint að boða það að hann ætlaði að fara að blanda sér inn í deiluna, en hann er reynir að sýna honum svona móralskan stuðning og þeir ræddu vaxandi þrýsting á Venesúela. Það verið svona ýmsar fréttir þetta, ein frétta gömul frétt eiginlega sem var sett á flot miðjan síðasta mánuð, ég sá hún var að fara að poppa upp aftur, að Maduro hefði í samtali við Trump boðist til þess að láta sig hverfa ef hann fengi svona náðun að honum ekki stemt. Ég veit ekki hvað hæft í þessu, það margar skrýtnar fréttir. En þetta sem þú varst að nefna, það sem hefur verið að sprengja báta, þetta er í þinginu. Þarna er frétt úr Washington Post. Þetta er Frank Bradley sem er aðmírállinn sem gaf skipunina. Það er deilt það hvort að Hegseth stríðsmálaráðherra eða jafnvel Trump hafi sagt honum þetta, en hann er sá sem gaf mönnunum skipun. Og þetta snýst tiltekið mál, þar sem var sprengtur bátur í loft upp og svo sést síðan á myndum að það eru tveir sem er að bjarga sér á sundi og þá kemur flugvélin aftur yfir og drepur þessa tvo. Og það er náttúrulega brot á alþjóðalögum og bandarískum lögum að skjóta menn á færi. Þetta er náttúrulega bara morð. En þetta þykir að þeir fara að það er sér refsing að drepa menn sem í sjávarháska. Þannig að það þykir náttúrulega engin sómi að því. En það er líka sér refsing og það er það sem það er það sem þingið er að fjalla meðal annars. Þessu tengt að Maria Corina Machado, hún var í Noregi. Það var einhverjar sögur af því að hún kæmist ekki til Noregs. Hún hefði komið með einhverju hárkollu og ég nægi alveg þessari sögu, Hún hefði kannski komið fljúgandi hvaðan? Frá Bandaríkjunum með hárkollu eða? Þetta var eitthvað, það var svona látið lítið út eins og hún var eiginlega undir stöðugum flótta og ótta við að vera drepin af Venesúelamönnum. Hún mætti ekki í athöfnina en kom svo seinna. Ég tek frétt frá Mannlíf þar sem Kristinn Hrafnsson sem hefur glöggt auga fyrir erlendum málefnum. Hann er að hneykslast á þessari veitingu friðarverðlaunanna. Því að hún er náttúrulega, hún er ekki beint svona friðardúa, hún er að hvetja til árása Bandaríkjanna á Venesúela. Hún hefur ekki mótmælt þessum morðum á venesúelskum ríkisborgurum, hún er ekki mótmælt þessu sjóráni og hún er ekki að mótmæla því að þessi erlend ríki sem er að stuðla því að skipta valdhafa þarna. En hún lýsir yfir að hennar hlutverk sé sem kemur í sem var í fréttin hennar með Aftenposten. Hún ætla að koma týranum, hvað harðstjórunum frá, en hún segir ekki almennilega hvernig, en það er náttúrulega bara Trump sem er að gera það. Já, hann alveg ljóst að hefði verið að dubba þessa konu upp til þess að taka yfir, og ekki fyrsta skipti sem að friðarverðlaunin í Noregi, þau gera svona þau eru veitt í einhver svona pólitísku tilgangi og það er ekki alltaf, ég held að það fari betur á því að láta friðelskandi fólk fá þetta. Heldur en að vera til þess eiga þau að vera, held ég. Barack Obama fekk þetta ný sestur í forsetastól. Það var nú mikið gagnrýnt. Það var svona friðar fólk fengið þetta og stofnanir Sameinuðu þjóðirnar og einhverjum, en það hefur líka verið hent inn í svona einhver átök þar sem á að vera góðu gæjarnir fá þetta á móti vondu gæjanum og svo líður tíminn og þá kemur í ljós að það eru mörg lík í skápunum hjá mörgum. Ég datt aðeins inn á viðtal við þessa konu á BBC sem held ég vitnað í RÚV-fréttinni. Þetta var eiginlega bara algjör leikþáttur. Þetta viðtal, það var bara, þau horfðu á hana með svo mikill aðdáun. Þau voru að spyrja hann út í dóttur hennar og þetta var allt svona rosalega mikið eitthvað tilfinningaklám í kringum þetta. Þannig að ég held að þetta sé bara
þetta bara leikþáttur held ég. Það lítur þannig út, sko. Já, og við vitum raunverulega lítið það hvaða stuðning hún nýtur meðal venjursömsku þjóðarinnar eða neitt slíkt. Hún alltaf hefur verið í stjórnarandstöðu, var það ekki rétt skilja hjá mér? Já. Herðu, en Morgunblaðið tók á móti okkur að það hefur ekki verið svartara síðan í heimsfaraldri. Þetta var Gallup-könnun sem gerð á meðal stjórnenda fyrirtækja sem kemur reglulega og Morgunblaðið var með þetta á forsíðunni. Ég er með svona gröf sem innan úr blaðinu. Það er þetta er kannski finnst þetta flókið. Það fljótt á liti. Já, rauðu súlurnar sem leka þarna niður er þeir sem fjöldi þeirra sem telja þessi slæmt framundan og grænur þeir sem telja vera gott framundan og hinn eru þá hlutlausir. Og síðan það dregið saman svona meðaltalið þarna í línuritinu, þannig að við erum með 2020 til 2021, þá erum við bara í miðju með heimsfaraldri og þið sjáuð síðan að það sem er lengst til hægri, að þar erum við komin á það svæði. En það hins vegar hefur náttúrulega verið svona frekar dökkt framundan að mati stjórnenda fyrirtækja í mörg undanfarin ár. Það kom svona smá bjartsýniskast tíma en það er farið aftur. Þetta er núverandi aðstæður, þetta er ekki spáin, þetta er hver eru aðstæðurnar núna, en síðan er annað graf sem að sýnir hvernig spáir ástandi verði eftir svona, 6 mánuði og það er næsta graf sem er náttúrulega alveg eins. Það er ekkert þetta að segja. En það er meira en helmingurinn sem lítur á að ástandi eftir að versna. En er það ekki alveg ljóst? Er það ekki nokkuð ljóst að það er svona verið staðast í kortunum? Það er svona ýmis merki það. Það dregir náttúrulega saman. Það hefur ekki verið hagvöxtur en einu ráð á Íslandi í 1 ár. Það hafa verið svona áföll eins og Bakki var að loka og Play að loka og 2/3 af álverin í Hvalfirðinum að loka og það er náttúrulega vaxtakostnaðurinn þannig að það er þungt fyrir fyrirtæki og fjölskyldur. Einhver dæmi það að verktakar hafa bara lokað byggingum þótt að það séu kannski valla fókaldar vegna þess að þeir sjá ekki fram á að sé hægt að selja það vegna þess að það er svona ýmis merki að það sé dökkt framundan en mér finnst þetta samt svona svolítið skuggalega það segir allir, langflestir sem að sjá bara það eru fáir sem að sjá ljósið sko. Já, þó einhverjir. En ég veit ekki hvað, þetta er náttúrulega bara væntingar svo getur við alls konar hluti gerst sem að til þess að þetta verði ekki. Það er eitthvað staðreyndir, þetta eru bara væntingar manna. RÚV hefur verið að vinna frétt með samtökum í evrópska sjónvarpsstöð þetta mál, hann er kallaður Keld, sæðisgjafi sem var með stökkbreytingu sem að einhver læknir sagði í frétt í gær að væri, ef þú ert með þessa stökkbreytingu að þá er 100% líkur að þú fáir krabbamein. Og það er einhver dæmi það að börn hafi dáið. Íslensku börnin sem að þetta virðist að verið svona í kringum 2010 sem þetta er. Þannig íslensku börnin sem að hafa verið getið með þessu sæði eru líklega svona einhvers staðar 15 pluss mínus eitthvað ára gömul. Það eru 3 í sömu fjölskyldunni, það eru systkini þá eða sem eru, ég veit ekki hvað þau eru gömul. En það hefur komið fram í fréttum að það er næsta frétt sem að við erum með að ekki þessi 3 systkini heldur stakabarnið sem er dóttir, sem er stúlka sem er 15 ára gömul að hún fór í test að því að það var kallað inn fyrir einhverjum árum síðan og þá kemur í ljós að hún er ekki með þessa erfðabreytingu. Þannig að þegar ég var að segja í gær að það veri 100% líkur þegar ef þú væri með erfðabreytinguna að þá náttúrulega vantaði í það að það er náttúrulega 50-50 hvort þú sért með hana. Af því að þú færði ekki allar erfðina frá föður. En þessi stelpa hún er sloppin, en við vitum ekkert hinn 3 en síðan er þetta 197 sem er vitað í heiminum og svo hefur þetta valdið alls konar umræðum og vangaveltum það, þú veist, á hverju eru 197 börn sem eiga þennan mann fyrir líffræðilegan föður. Er það ekki aðeins svo mikið eitthvað? Jú, hann hefur verið duglegur að gefa sæði. Já, en er ekki eitthvað bara að þú búin að gefa 5 sinnum að sagt bara þakka þér fyrir og sjáumst bara í næsta lífi? Maður sér náttúrulega öðru hvoru svona fréttir poppa upp einmitt að
það hafi sumir bara verið að gefa alveg ótrúlega mikið. Það var náttúrulega dæmi lækni sem að dreifði sínu eigin sæði, það var nú eitthvað 300 eitthvað börn sem hann bjó til sko. Sem að dreifði sínu eigin sæði. Muni ekki eftir það fyrir svona 2,5 ári fréttir þetta. Það er alltaf öðru hvoru einhverjar svona fréttir sem poppa upp. Já, við erum svo fámenn sko, þetta getur ábyggt að verið mikið vesinn sko. Ótti, áhyggjur. Út af þessu máli? Já, það hlýtur að vera hræðilegt. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst viðkomandi fjölskyldur og það á við fólk sem er að fámennum þjóðum og fjölmennum þjóðum og þetta er sama áfalli sko. Og það eru börn sem eru dáin sko. Herðu, en þetta kom, fyrsta fréttin af þessu kom þá var hún Jódís Skúladóttir sem að eignaðist barn með gjafasæði og hún fór og rökk upp og tekkaði á þessu og hún hennar barn ekki eða hennar börn, ég veit ekki alveg hvort það sé 1 eða 2 og ég svona einhvern grun að það verið svolítið rætt þetta mál í framhaldinu vegna þess að þessi fyrirtæki sem standaði þessu og ástæðan fyrir því að það er engin að pæli því hvort að séu komin 197 börn með sama föður það er bara þetta keyrt áfram af enga klíningum það sem að hafa markmið aukinn hagnaður og ég þekki margt fólk sem var í fyrirtækinu sem núna horfið eða fjallið inn í þetta fyrirtæki sem með þetta núna að mér finnst ekki sko fólk gefa því góða sögu sko þvert á móti sko en þetta er fólk stjórnlaust þakklátt ef að úr því verður barn sko en svo þegar fólk er komið yfir það og er farið að segja manni frá samskiptunum og svona að þetta er eitthvað rangt við þetta sko og það er einmitt, ég las þennan status hennar Jódísar skóla sem postaði held í gærkvöldi eða í morgun gærkvöldi held ég og þar er hún að velta upp þessum spurningum sko hversu þú veist, hvort að þetta sé eðlilegt að það sé einkafyrirtæki í svona bransa sko. Þetta er náttúrulega... Það er hættan við það, því að einkafyrirtæki hafa bara eina skildu, það er að skila eigandi sínu sem mestum arði. Og það eru margir sem að reka fyrirtæki þannig, telja það að það sé bara yfir öllu siðferði. Það ég hef bara einn mæli í mælaborðinu, að skila sem mestum arði til eiganda. Herðu, en Sín var með viðtal við einstæða móður, og hún er faðirinn, við verðum að segja þá einn meinti faðir af því það er faðirlinsmál í gangi hann sinnir ekki banninu en af því að lögin eru þannig að 3 mánuðir af fæðingarorlofinu er bundið föðurnum og skiptir ekki máli hvort að hann vilji sinna banninu eða ekki þannig að ef að hún væri í sambandi þar sem að væri bæði að sinna banninu að þá hefðu þau samanlagt 12 mánuði í fæðingarorlof, en hún fær bara 9. Þú varst í félagi einstæðra foreldra eða ekki? Akkurat, og ég fekk í síðustu viku til mín 2 konur úr háskólanum, Guðnýju Björk Eydal, prófessor í félagsráðgjöf og Árdísi Arnalds, dósent og það er sem sagt, lektor fyrir ekki og þær voru einmitt að tala röktu svolítið sögu fæðingarorlofsins á Íslandi, þessara laga en það var náttúrulega voru gerða breytingar fyrir einhverjum árum síðan þannig að í þeim tilfellum þegar að faðir er sannanlega fjarverandi eða ekki til staðar þá má yfirfæra þetta en þegar ég einmitt sá þessa lagabreytingu eða þessa breytingu á lögunum, þetta er ekki beint lagabreyting, þetta er svona einhvers konar ákvæði þá að í þeim tilvikum megi móðurinn taka þetta eða það foreldri sem er að sinna barninu en ég hef svolítið sett spurningamerki hvort að það sé ekki virkilega þung sönnunarbyrði og einmitt eins og þessi kona ég reyndar að horfa ekki á þetta viðtal en Þú átt við það að hún myndi senda erindi og lýsa aðstæðan sínum að þá kæmi frá kerfinu verður ekki að sjá hvað kemur út úr faðernisprófi það getur verið að ef að maðurinn sér það að hann er faðirinn að þá fær hann að sinna þessu og þá var hann náttúrulega rétt á þessu 3 mánuðum ekki verið lendi því að það kemur í ljós eftir dúk og dist að hann eigi rétt á þessu og þá sé þú búin að eyða 3 mánuðum og svipta barnið þessu tækifæri
tækifæri að fá að kynnast föður sín. Þetta er reynda mjög erfitt finnst mér, en sko það sem að við svona svolítið... En af hverju má ekki bara henda auka 3 mánuðum í hana? Já, þú veist, það er einmitt. Það er nefnilega málið, sko. Það er, þú veist, við bara erum alltaf rosalega léleg í að koma til móts við, sko, lægst, þú veist, fólkið sem að, þarf á því að halda. Það eru reglur, sko. Já. Það er svolítið þannig. eins og útibússtjórinn sagði við mig þegar ég var 11 ára. Reglur eru reglur og við breytum ekki reglum þótt að fólk þurfa að borða. Akkurat. Þetta er svolítið þannig. Það er einmitt líka bara því að þessar upphæðir eru oft svo lágar, sérstaklega ef þú ert á lágum launum. Og ég meina þú fær bara 80% af laununum þínum. Og svo einmitt ef þú lendir í veikindum eða eitthvað þá þarftu að fara á sjúkradagpeninga og þá eru það 80% af síðustu 6 mánuðum sem er 80% af fæðingarorlofinu. Þannig þetta er, þú veist, þetta er bara þetta kerfi er svo mikið búið til bara til þess að börn bara fæðist inn í fátækt og það er náttúrulega bara það sem við eigum að hafa áhyggjur af. En ég nefni þetta svona innri lögmál kerfisins sem er alltaf svo heilagt að mér finnst það stundum vanta á það að auðvitað er það ekki þannig að við búum til eitthvað kerfi sem að nær utan öll tilvik. Það þarf að vera svona sá sem er að deilis út, má alveg hafa mín vegna eitthvað svona smá sjóð sem mann bara reynir að laga þetta. Það er svolítið ríkjandi hugmynd hérna að það verður að vera innra réttlandi, þannig ef að þú fékkst þennan 3 mánuði aukalega af því að það er faðernismál í gangi, að þá á ég líka rétt á því hérna. Já, einmitt. Búið til einhverja ímynda dæmi eitthvað sem ætti. Þú veist að brjóta gegn mér með því að hafa fengið 3 mánuði. Já, akkurat. Þetta er bara undarlegt, sko. Það er alltaf háværustu raddirnar eru oft, sko, hátekjufólkið eða fólk sem að einmitt er í forréttindastöðu og, þú veist, þarf ekkit endilega að hafa miklar áhyggjur á að lenda í fátækt. Það fékk hækkun núna. Já, einmitt. Efri mörkum. Já. En það er alls konar sjónarmið í þessu, sko. Ég skil alveg, þú veist, að hvetja feður til þess að vera með barninu sínu frá upphæði, það er bara mjög gott markmið og ég meina við sjáum öll samfélagsbreytingarnar sem hafa orðið með þessari breytingu, en eins og ég segi, það hlýtur að vera einhver leið til þess að koma til móts við börn sem að bara eiga eitt foreldri. Herðu, það er hérna frétt frá Ítalíu þetta er Zelenski sem frétt það að hann hafi fallist á að það yrði svona kóreulausnin, það er að það yrði bara áframhaldandi að það yrði bara hætt eins og ég var í Kóreustríðinu og þá liggur bara víglínan þarna eftir sem landamæri á milli ríkja sem þó er ekki viðurkennt af hvorugum aðilum. Og þannig að það er eiginlega bara vopnahlé og hlé í stríðinu getur varað áratugum saman. Að hann mun hafa samþykkt þetta, segir ítalska pressan. Og hann er með ýmis svona skilyrði að þá yrði að vera þannig að hann komist inn í ESB árinu 2027 sem ég veit ekki hvort það sé raunhæft. Annað er að Trump hefur lagt áherslu á að verði gengið til kosninga í Úkraínu. Af því hann vill losna við Zelenski og þá fylgdi í einni fréttinni var það að Zelenski hafði gert á kröfu að það yrðu þá evrópskir hermenn sem kæmu inn í Úkraínu og myndu þá tryggja að það væri friður á meðan kosið væri í svona 2 eða 3 mánuði. Og það held ég að hafi verið hafnað vegna þess að það væri bara svona aðferðu að ná evrópskum hermönnum annað inn. En hann hefur sent þessi skilaboð af því að ég er bara að segja þetta núna vegna þess að það hefur ekki alveg komið skýrt fram hversu langt Úkraínumenn vilja ganga að þessu. En þarna er frétt það að þeir hafa allavega sætt sig við að gefa frá sér land. Í öðru fréttum hefur komið fram að hann hefur þá lagt áherslu á að það verið þá þjóðaratkvæðagreiðsla, kannski í tengslu við forsetakosningar, eða þá að forsetakosningarna snúist þá einhvern veginn þetta friðarsamkomulag. Þannig að almenningur verið þá þurfa að taka þessa ákvörðun en ekki hann. Þannig að svona ýmsar svona pælingar í þessu. Trump mun hafa sagt að hann hafi frestið til jóla að sætta sig við þessa stöðu. Ein frétti var svo að því að landamærin til dæmis í Donbass að Rússar hafi ekki náð öllu Donbass og eina krafa Rússan er að úkraínski herinn fari út úr restin af Donbass og að það tilheyri Rússlandi. Í einni fréttinni er sagt að Zelenski hafi samþykkt að úkraínski herinn fari frá þessu svæði gegn því að rússneski herinn komi ekki. En það vantar ennþá í það hvorum myndi svæðið þá tilheyra. Þannig eru 3-4 svona sæmilegar millistórar borgir sem eru þarna. Þannig að
Ég ætla að láta þetta bara duga því að það bara mikil óvissa í þessu og menn þetta geta sér til hitt og þetta, en ég hef svolítið svona grunum af því ég hef sagt þið við ykkur, ég hef ekki trú að þið yrði friðarsamningar. Ég ætla eiginlega komin á því að það séu bara líkur til þess að Evrópa standi frammi fyrir því að þau geti ekki haldið stríðinu áfram. Það minnst mér allt annar tónn í Evrópuleiðtónum að þegar Bandaríkjamenn láta verða á því að draga allt sitt tilbaka, að þá sé bara erfitt að finna það hvernig Evrópa ætlar að finna leið til þess að fjármagna þetta. Og það er ólíklegra að þeir nái þessum sjóði Rússanna í Belgíu. Þannig að mér finnst vera svona meiri líkur á því að verði raunverulega kannski ekki friðarsamningar, heldur svona kórísk lausn að þetta bara hætti. Og Guð láti gott að lofa því að þetta náttúrulega hryllilegar mannfórnir sem hafa verið þarna. Og ég held að þetta séu fáir, ég held að ég hafi heilt eitthvað sem heldur í fram að Úkraínumenn geti unnið þetta landsvæði aftur. Með þeim stuðningi þegar Bandaríkjamenn eru farin, ég heyri engan halda því fram í raun. Ég sé það ekki, sko. Það er alls konar sögur í þessu, kannski ættum við að taka bara í næsta fréttatíma lengri sögur þetta, því það eru símtöl sem að Donald Trump helli sér yfir, sko, Keir Starmer og Macron og kallar það aumingja og stæri sér sjálfur af því og þannig að þetta er algjör hringleika hús. Því miður, sko. Herðu, utanríkisráðherrann, hann er ánægður, eða hún, með að RÚV ætla ekki að vera í Eurovision. Hlustuðu á hana? Nei, var þetta var í kvöld eða? Nei, þetta var í morgun bara, í hádeginu. En hún er sérstaklega ánægð með því að þetta verið tekið á dagskrárlegu forstum. Það sé mýkra. Því við vorum eiginlega að geta okkur til þess að þetta var svolítið skrítið. Það lá fyrir ákvörðun hjá stjórn RÚV að draga sig tilbaka sem var pólitísk. Og þá allinu rennur inn ákvörðun frá framkvæmdastjórninni að taka þetta af dagskrá af því að það væri bara ekki friður þetta og þetta væri bara léleg dagskrá ákvörðun að vera í Eurovision, að þetta er bara leiðindi. Og þar með verður ákvörðurinn dagskráleg en ekki pólitísk. Og þegar ég heyrði þetta hugsaði það hefur einhver haft samráð við ríkisstjórnina í tengslu við þetta, að búa til ákvörðun sem að ríkisstjórnin metur að sé, þú veist, eins lítil, hvað við segja, árum við Trump til dæmis, hvað mögulegt er. Þetta er náttúrulega búið að velka sinna, við erum búin að tala þetta árlega núna síðan Sérgleðum á kjörum. Ekki alveg, ekki nákvæmlega þetta. Þetta er bara frá því að þjóðarmorð byrjaði í Ísrael og þetta hefur verið talað þetta fullu tilefni. Þetta er ekki bara verið að tala því fólk er ekkert að tala í bótunum. Þetta er bara hellinga fólki sem lítur á þessu bara algjörlega óverjandi að vera í einhverju söngvahátíð með þjóðarmorðingjum. Þetta er bara svipað og við bara förum og höldum söngvakeppni í Auschwitz í seinni heimsstyrjöldinni. Akkurat. Sérstaklega náttúrulega í ljósi þess að Rússum var hent út þarna eftir innrásin í Úkraínu. Hvar verður þetta? Austurríki. Já, þau eru nú síðast. Herðu, það kom ein frétt inn í þetta. Það er Nemo mun eftir honum. Hann var í Sviss, þetta er úr svissnesku pressunni. Hann vann fyrir 2 eða 3 árum. Hann ætlaði að skila verðlaunagripnum. Já, einmitt. Velur að sé búið að eyðileggja Eurovision með þátttöku í Ísrael. Já, akkurat. Jú, ég sá þetta einmitt. Kjarkur í þessu manni, sko. Já, þetta er náttúrulega bara statement. Ég sér það að segja frá ástandinu á Gaza, það er stormur framundan. Allir búið í tjöldum að því að búið að eyðileggja húsnæðin og bara enn hryllingurinn yfirvofandi. Myndi sem varum við í gær, sko, þetta er vatn yfir öllu. Það er vatn. Og þetta minnir okkur náttúrulega á að ákvörðunum að vera ekki með í Eurovision er tekið að fullir í alvöru. Einmitt. Og þótt fyrir hefði verið. Þetta er hryllingur. Það er annað mál á morgunum sem að tekist RÚV. Það kemur í ljós að fréttastefið það var svo til Hollands, þetta var mikil óánægja með RÚV. Morgunblaðið birtir mikið af fréttum um RÚV. Og svo kom í Vísi, held þetta áfram og þá voru félag texta og lagahöfunda, þetta ekki? Skora á, sem hafðu skorað 2 dögum áður á RÚV að taka ekki þátt í Eurovision. En nú skoraði á því að finna íslensk stef fyrir fréttinnar. Þetta var keypt í einhverju pakka í Hollandi. Ég er sammálað þessu. Þetta er ómögulegt þetta hollenska. Þetta er svo hátt. Þetta er svo mikil hávæði sem fylgir þessu. Það er bara óþægilegt.
Höfum það bara hugulegra. En er ekki þeirra rökur líklega að hafa þetta sem sagt heimabúið, að við erum ekki að kaupa af einhverju gervigrind í Hollandi. Ég veit ekki hvort að gervigrind búið þetta til. Ég held að Sveinbjörn Thórarinsson hafi átt hérna síðasta stef. Veitu hvað sé grafað upp, ég held að það hafi verið íslenskt. Þetta bara eitthvað svona típist svona fréttastöð, eitthvað svona eins og að sé svakalega mikið í gangi og ég veit ekki af hverju fréttastöð þurfa alltaf að vera svona. Mér finnst þetta mjög þetta heillar mig ekki til þess að vilja setjast niður og horfa á fréttirnar sko. Ég held að við séum með svona frekar milda tóna. Já, við erum bara með gítar. Ég horfi stundum á Democracy Now! Þeir eru einmitt bara með eitthvað svona, bara svona sætt, eitthvað funky stef og oft með live band í salnum hjá sér. Það kom eitthvað svona stemming í kringum fréttina, þetta verið eitthvað svona eins og tölvumúsík, það ætti að vera svo mikil nútími. Ég held að það sé miklu eitthvað að espa fólk upp. Já, ég held að það sé að vera með bara eitthvað plokk og gítar. Sérstaklega þegar heimurinn er eins og hann er núna sko. Herðu, Snorri Másson, hann er var í þinginu. Þetta er frétt að Ísland sé algjörum krossgötum í innflytjendamálum. Við erum eiginlega að tapa. Hann talar eins og þjóðaröryggisstefna Trump að Ísland standi frammi fyrir siðmenningarlegri útrýmingu. Ég veit ekki hvort hann notaði það hugtak, en hann var með eitthvað svona svipað hugtak að við varum að tapa okkur og við yrðum að stoppa eitthvað. Og hann segir vegna þess að hann vil ekki bara stoppa alla hælisleitendur eins og við vorum með fréttum að Grímur Grímsson var að benda honum á að það væri ekki hægt í gær. Heldur vill hann bara segja upp EES-samningnum. En það var ekki hægt að skilja. Mér fannst nú sko Þorbjörg Sigríður Guðlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, hún svaraði því nú mjög ákveðið að hvað kostar fyrir okkur að allir Íslendingar sem að vinna innan EES að þeir eru þá að fara koma heim og þetta er svo mikið rask svo þetta bara kannski Snorri bara þeirra skoðunar að það sé þess virði. Já, viltu tapa þjóðarkaratinum eða viltu, það ekki það sem hann að segja. Það sem að segja bara upp í EES-samningnum og það verður einhver reknir heim og þá fáum við kannski bara lækna eða eitthvað sem að vinna hérna eða Íslendingar geta verið að vinna í fiskinum og við hendum bara öllum útlendingunum út, hann ekki að leggja þetta til? Eitthvað slúðis. Hættum að mennta fátækt fólk og sendum þeir bara í fiskvinnslu í staðinn, er ekki? Það er ekki næsta frétt að Þorbjörg Sigríður það er önnur frétt en það tengist þessu að því að heldur úr Telegraph, þar sem er svona aðsend grein eða eftir Niall Gardiner sem er svona hægri hann er með breskan og amerískan ríkisborgararétt og hann er að taka undir það sem Elon Musk var að segja þegar Elon Musk var sagt að áður en hann ítrekkaði eftir að Evrópusambandið setti sektir á X sem hann á að það yrði að hvað myndum að segja abolish, myndum að segja útrýma eða hvað myndum að kalla það? Afnema Evrópusambandið. Það verður að afnema Evrópusambandið. Og þarna tekur þessi maður undir það og hann er að nota þessi sömu svona tungutak og Snorri og Trump. Að þetta sé eiginlega spurningum framhald vestræna menningar að við leysum upp Evrópusambandið. Telegraf er náttúrulega svona svipað á moggin kannski, svipað á Reykjavík verið mogga svona í pólitíkinni. Svona frekar langt til hægri, svona meira svo breska mælingur en þetta er orðið normið. Mér finnst svona hvernig að tala þetta. Þetta er bara sama leikbókin, sko. Þá komum við að henni Þorbjörgu Sigríður sem var að segja að það yrði stórkostlegt áfall og það er árás á íslenskt efnahagslíf að slíta EES-samningnum. Mér finnst þetta nú ágætt að Snorri segja þetta, sko. Já, það ekki? Jó, en við höfum stundum talað þetta, að þegar miðflokkurinn er að tala Evrópusambandið og alla ágallana sem við sjáum í því, þá eru þeir raunverulega að tala gegn EES-samningnum. Af því að með stór hluta þessu sem þeir eru að finna að eins og frjálsflutningu fólks og alls konar svona hlutir er bara hluta af EES-samningnum, sko. Þannig að þú losnar ekki til þetta nema að segja upp EES-samningnum. En þeir líklega hafa alltaf metið þannig að það verður svo óvinsælt að segja þetta. Þegar líklega eru 80-90% af þjóðinni fylgjandi því að við höldum upp EES-samningnum. Ég myndi halda það. Já, ég líka.
Þannig þeir hafa aldrei sagt það, sko. Þannig að stundum eru svona flokkar, þeir bara að gagnrýna og svona, þeir ekkert að pæli því hvort að dæmi gangi upp. Nei. En þarna kemur Snorri og segir að bara að ég segja EES-samningnum upp. Þetta er náttúrulega bara svipað og Brexit. Þá finnst mér loksins koma munur á Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum sem er ekki hægt að finna í neinu máli nema helst þessu að Sjálfstæðisflokkurinn vill ekki ESB en þeir vilja EES en Miðflokkurinn vill ekki ESB og heldur ekki EES. Já. Nei, þetta er náttúrulega bara svipuð orðræða og var í kringum Brexit, þú veist, að tala innflytjendurna. Já, það voru myndir af það sem átti að vera tyrkneskir innflytjendur og við munum alveg eftir í því að til dæmis umræðinni áður en að Brexit þá var til þess að vera að kvarta yfir iðnaðarmönnum frá Póllandi og það var verið að kvarta undan frjálsuflæði vinnuafls innan EES-svæðisins sem var þar þó að þetta líka verið gríðarlegur rasískur undirtónn meðal annars með því að draga Tyrki upp það var svona eins og voru að flæða bara yfir hæðina og vera að fara að taka yfir breskt samfélag. Það voru innflytjendur eða ekki, leigubílstjóri og vinur í 30 ára fangelsi fyrir nauðgun. Þetta hafa þeir sem er að benda á stórkostlegan skaða íslensk samfélags af innflytjendur, þeir hafa bent á þetta mál. Já. Þetta er langt mál og ljótt. Já, hvers sem ég hluta á. Já, ég held að það sé enginn að neita því, sko. En þetta er samt, sko. Landsréttur þyngir dóminu hálft ár. Það var 2,5 og núna 3. Og okkur finnst það nú ekki mikið. Nei, mér finnst það ekki þungur dómur. Skipulagt, þetta væri að því maður horfir stundum á svona amerískt efni að þá verður alltaf þyngri refsingin ef það er skipulagt, sko. Þannig ef þú ert að nauðga konu í félagi við annan mann það er ekki óvart. Það ætti að vera, sko það er ekki það er bara skipulagt samsari gegn öryggi konunar. Hún var það drukkin og gæti ekki að bjarga sér og það er bara hryllingur. Kallast það yfirlögu ráði, er það ekki? Premeditated. Það er eitt að þú getur einnig í, sko, en þá ertu búinn að orða viljan til verksins áður og þú átt að vera enga málsbættur. Þannig að mér finnst þetta bara hámarks refsing fyrir nauðgun 3 ár, mér finnst það það kannski herra ef það er, sko, gríðarlegt ofbeldi annað. Já, má vera. Okkur finnst þetta ekki mikið. Hagstofan var með frétt fyrir Snorra og fleiri. Það er 8,9% íbúa sem eru hér að landi eru innflytjendur. Og þeir taka saman, sko, þarna er verið að raða saman, það getur verið innflytjandi sem fæddist, segjum bara í Tælandi. Og komið íslenska ríkisborgarétt, þannig að það fylgir þarna. Það stundum verið að tala fjölda erlendra ríkisborgara, en það er innflytjendur eru þarna 8,9%. Ég bjó til aldurspíramída og þarna því að þeir skipta þessu, það er innfæddir eru þeir sem eiga báða foreldra íslenska. Landaðir ef að annað foreldrið er erlend og svo innflytjendur eru bæði þeir sem eru þá innflytjendur og eiga þarlegandi báða foreldra erlenda og svo börn önnur kynslóð innflytjenda. Þannig ef að til dæmis önnur kynslóð innflytjenda á íslenskan föður en móðurinn innflytjandi þá myndu það lenda þarna þessi blandaðir sem er kannski ekki gott orðalagi bara nota þetta bara nota gamla. Og þarna sjáum við aldurspíramídann, þannig að blái píramídin er raunverulega eins og Ísland væri eins og Snorri Másson myndi vilja hafa það. Ef að Snorra vilji gengi fram. Já, þá sjáum við að við þurfum eiginlega að fara yngstu börnin, við þurfum eiginlega að fara þetta í fólk sem eru bara áttrætt til þess að finna jafnt fáa í árgangnum. Þannig að þetta er hægt að vera píramídi, þetta er orðið bara súla. Og svo gerði ég þennan rauða ramma, sjáum við þennan að hann er sett frá 18 ára upp í 67 ára, þetta er fólk á vinnualdri. Og þá sjáum við hvað innflytjendurnir styrkja, fjölgar þeim sem eru á vinnumarkaði og er að vinna fyrir hinum sem eru farnir af vinnumarkaði eða ekki komin inn á hann. Sem er svona, ég held að sé að meðal innflytjendanna þá er þetta hlutfall 5, það er 5 á vinnumarkaði fyrir hvern sem er utan hans, en Íslendingarnir einir og sér eru bara 2,3 held ég. En með þessu öllu saman þá förum við yfir 3.
Þannig að þá segir Snorri, og ég hef heyrt hann segja það, að þetta bara, við viljum ekki, það er ekki lausn, efnaðslega lausn, við erum ekki að tala um það. Þannig að við verðum bara að taka okkur efnaðslega þjáningar til þess að halda þjóðinni hreinni. Já. Þannig að hann myndi... Já, við bökkum bara aðeins aftur út úr nútímanum. Fyrir eldri tíma bara, allt og fá. Og fækkandi, við verðum fækkandi. Já, þau færu, innflytjandi færu. Já, ef við ekki komið, þá væri við bara, þá væri við, færu okkur fækkandi. Þá væri við verulegum vandræðum. Það er Ísland lekur, sko. Það er Ísland svo lítið að það eru yfir 50.000 Íslendingar, ríkisborgarar sem búa erlendis. Og það er á hverju ári, það er bara kannski 8. hvert ár sem er hagstæður, þannig að komið fleiri Íslendingar tilbaka eftir að fara, en Ísland lekur eins og flest svona smærri samfélög. Þannig að til þess að viðhalda okkur, þá þurfum við annarkort að eignast á bara þess fleiri börn, 4 börn og hverja konu eða eitthvað, eða þá að taka á móti innflytjendum. Já, sem við hefum gert og hvernig væri fyrir okkur komið ef við hefum ekki gert það. Herðu, hérna er Vinnumálastofnun, það er atvinnuleysi að aukast. Ég setti stjörnu þarna yfir nóvembermánuðina, þannig að þið getið séð það. Það fyrir 2 árum var 3,4% atvinnuleysi, fyrir ári var 3,7, en það kom upp í 4,3. 4,3? Já. En ég ætla að sýna ykkur hérna varðandi sem að mér kom óvart. Það er næsta graf. Þetta eru erlendir ríkisborgarar á atvinnuleysisskrá. Gula línan sem á við hægri ásinn sýnir hlutfall erlendar ríkisborgara af þeim sem eru atvinnulausir í fjölda, ekki upphæð. Og þá sjáum við að 58% þeirra sem eru atvinnulausir í dag eru innflytjendur. Og það er 9,2% atvinnulausir hjá innflytjendum en bara 2,6% hjá Íslendingum. Einhver geti haldið því fram, kannski Snorri, að innflytjendunni væru bara latari og væru bara að koma hingað til þess að vera. Annar geti haldið því fram að þeir eru þeir sem að missa fyrst vinnuna ef harnar í dalnum. Þeir eru líka í þeim störfum þar sem er minnsta atvinnuöryggið og þar af leiðandi eru þeir með veikari stöðu atvinnumarkaði. Eitt græfi viðbót, þetta er hvaða fólk þetta er. Það eru Pólverjarnir eru langt flestir eins og þeir eru af innflytjendum og svo koma Litháar, svo koma Úkraínumenn sem eru þá utan ES og Rúmenía er líka utan ES og svo kemur Lettland og Spánn sem eru innan ES. Það kemur fram þarna í skýrslunni hjá þeim að segjum að þú ert Pólveri og missir vinnuna, þá getur þú sótt það að fara heim til Póllands að leita vinnu og þá ferðu atvinnuleysisbætur í 3 mánuði. Og það eru 197 ef ég man rétt sem eru með þennan samning. Þú segir fullt af fréttir vinna. Ég er með eina... Þetta er fréttir. Já, þetta er ekki fréttir sem eru annars staðar. Sumir halda þessum að segja fréttir annara, það er ekki. Herðu, en ég ætla samt að segja frétt annara sem eru Wall Street Journal. Það stóð til þess að búa til það sem heitir í Ameríku kvartur, 25 cent, sem átt að vera svona til minningar þrælahaldi í Bandaríkjunum. Það stóð til að það er því næsta mynt sem er gefin út. Trump er búinn að stoppa það. Hann eins og við komum fram að hann hefur verið að kvarta yfir því að sé allt og mikið gert úr þessu þrælahaldi. Þrælunum hafi liðið miklu betur heldur en að hafi látið og eitthvað fleira. Við hefum satt fréttir úr því. En þetta vekur ekki lukku í öllum deildum Bandaríkjanna, sérstaklega vegna þess að framundan er 250 ára afmæli Bandaríkjanna og þá ætlar myntsláttan í Bandaríkjunum að gefa út nýjan dollara mynt í tilefni af 250 ára afmæli Bandaríkjanna og ég er með myndir af því. Nei. Jú, hvað heldur ég segja? Jú, heldur ég að tegna þetta? Nei, þetta er ekki hug. Það var ekki bara eitthvað að grína. Nei, en myndsláttan birtir þetta og er með svona, gefa fólki tækifæri á að velja, hvernig vil ég það hafa? Prófílir að byggja. Það er ekki hvort þú vilt hafa Trump eða George Washington eða eitthvað sem var hann fyrir 250 árum. Það er bara, hvernig Trump viltu? Frá hvaða hlið? Ég vil að leysa vinstri. Já, ég myndi ekki segja að hann sé gott báðu megin eins og keksið. Ég held að Trump myndi sjálfur velja hann í miðjunni, af því að þetta er málverk sem hann var gert af honum, hann notar mikið sjálfur. Þetta er byggt á því. Herðu, meira Trump, hann Lincoln Center, hann var
Kennedy Center fyrir ekki, Lincoln Center alltaf næstar. Þetta hann búinn að setja skjaldarmerkið sitt þarna og þetta grein úr New Yorker sem að fjalla þessar endurbætur og svolítið verið að hlæja þessu. Þarna besta fólk Bandaríkjanna hefur fengið þessi verðlaun sem eru veitt þarna og ég meina Sylvester Stallone á sjálfum sér kannski rétt á því svona sem hasarhetja í 20-30 ár. Ég meina Rocky til dæmis, ég held að enginn efist að Rocky sko fáránlega góð einföld bíómynd, svona einföld klassísk saga. Ég veit ekki með þarna First Blood og Rambo og svona, ég veit ekki hvort að það einhvern muni eða myndir sem hefur verið gerð undanfæri, ég held ekki. Kannski á hann, en síðan voru þeir með þarna, hvað heita þeir? Kiss, hlustinn. Fyrst ég svo mynd eins og hann væri í Eldborginni, sko, í Hörpu. Við skulum vona að Halla Tómasdóttir sé ekki að horfa þannig að hún taki bara eina svalirnar þarna í annar rauðan þar. Þeir eru að gera grína þessu New Yorker sem hef nú oft verið talað svona elitublað og finnst ekki leiðilegt að gera grína honum. Herðu, en það er annað frétt sem kom, þetta er BBC. Þarna heldur hún á 1 milljón króna gullkorti sem þú getur keypt þér. Þú getur keypt gullkort, þannig að þú fáir dvalarleyfi í Bandaríkjunum ef þú borgar 1 milljón. Það eru eitthvað 130 milljónir íslenskar. Og það mynda honum á kortinu. Ég sá það. Og ég fór inn á vefsíðuna, ekki það að ég eigi 130 milljónir til þess að kaupa. Ég fór að skoða hana og þetta er mynd af vefsíðunni. Næst. Einmitt. Það segir ykkur það. Við erum komin á eitthvað svæði þar sem sko Bandaríkin sem sko fyrirbrigði og Trump að renna saman. Þetta er bara foringinn mættur. Þetta er ótrúlegt. Það Alveg magnað. er náttúrulega eins og hún var að tala í gær við þig, hún Helen Ólafs. Þegar hún sagði sko að það er allir í kringum því að láta eins og þetta sé eitthvað, þú veist, eins og hans orð sé bara eitthvað normal. Þú veist, þetta er náttúrulega bara algjör klikkun. Við reynum að taka sumt alvarlega sem það er ekki þannig. En við reynum líka alltaf svolítið að benda á hennar fáránleika. Þetta er náttúrulega bara sirkus fáránleika, sko. Og mér finnst stundum að ég að horfa á svona blaðamannafundina og svona og hvernig hann talar og svona. Mér finnst þetta orðið bara áhugavert svona til þess að skilja það hvernig það gat gerst í Þýskalandi á millistríðsárunum. Að nasistaflokkurinn náði völdum og svo hægt og bítandi gat einhvern veginn látið sína sturluðu hugmyndafræði verða normal og enginn almennilega reis upp gegn þessu. Svona neinu viti. Nei, mér finnst að við einhvern veginn vera bara á því svæði. Það þorði ekki, því að það var svo mikið ofbeldi og útskúfing sem fylgdi að andmæla nasistaflokkurinn sín tíma. Það er kannski svona eftir 35, 36 sko, en ég meina þegar upphaflega þegar það kemur að þá er ekkert svona mörg merki að þú veist, ég er ekki bara rétt að leyfa honum að pröfa og ég meina ekki var Biden betri og ég meina allir þessi frasar. Hann var saklausari. Nei, ég að segja í Þýskalandi á sínum tíma. Þá varu menn verið að segja að þetta var nú ekkert skárra áður en að þessi kom. Og ég meina hann nú að leggja götur og margt gott, ég meina ekki alls slæmt við hann. En mér finnst þetta nákvæmlega sömu frasan er alltaf verið að segja það er ekki eins og hann hafi alltaf rangt fyrir sér. Og þegar ég meina líklega þá komast menn svona til valda með þessu ætti. Að andstaðan sem að ætti að vera alveg bara bú við okkur. Það er alltaf ekki að vinna gegn þessu þá að fá yfir eitthvað trilling. En hún fer aldrei í gang. Svo sónum við bara í pottunum eins og froskar. Herðu New Yorker, hann er þeir eru með greinum að hvernig að komast, þetta er eftir hollending. Það er eitt sko að því ég sagði að New Yorker væri elitublað. Ég sjáu þannig í fyrstu línunni, það er satt re-election. Sjáu hvernig er stafsetið það. Þetta tvöfald að komu yfir seinna eið. Það er margt í sko stafsetningu New Yorker sem er mjög sérviskulegt og þeir eru, það er eins og við vilji halda svona elitu blæ á blæðinu. Þetta er re-election. Herðu, Financial Times er með fréttir af því það hefur verið að lækka vextiðar, kannski fagnar ykkur því að Trump hefur lagt mikla áherslu á það að berja niður vexti og verið með alls konar hótanir gagnvart stjórn Seðlabankans.
En hann er komin niður fyrir þann sem hann var fyrir 3 árum. Já. Hann hefur náð sleggjun hennar Kristrúnar sem hann alltaf. Ég er með frétt á Stjórnarráðinu. Það eru verið að vara við sérstaklega alvarlegri inflúensu og allir sem eru í áhættuhópum, sem eru þeir sem eru með undirliggjandi sjúkdóma, eru með aldur, ég held að það sé nú bara miðað við bara 60 eða eitthvað. En þú ættir að vera að fara inn í bóksinu? Ég er farin. Ok, ég veit að við ætlum að setja fleira starfsfólk hérna, við erum búin að vera svo mikið veikindi í samstöðinu. En ég tók hérna fréttir á Guardian því að þetta er líka í Guardian og ég hefði getað tekið fréttir frá Bandaríkjunum að inflúensufaraldurinn er líka mjög skæður þar. Er þetta ekki bara svona eftir COVID? En ég held að þetta sé ekki það sem ég hef heyrt. Það er bara svona 10. hver inflúensufaraldur, hann er bara verri og við erum bara stattir á honum. Herðu, það er fréttir á UNESCO, það var að heiðra okkur Íslendingar loksins. Íslensk sundlaugamenning er komin á menningarverðmæti, menningarverðmæti. Loksins, mér finnst ég hafa heyrt þetta, það er svolítið langt síðan, þetta væri í Við höfum verið að sækja eftir því, Við höfum verið að reyna að koma skýrinu inn og ekki náð. Það er allavega eitthvað, þetta eru sundlaugarnar, það eru náttúrulega þjóðargersemi. Þetta er algjörlega til þessar sundlaugar okkur. Það er þessi salalög og það eru 3 danskar konur hérna og þær áttu ekki orð yfir þetta. Hvað við höfðum úr mörg að velja þarna. Stundum kvarta útlendingar yfir því að þurfa að baða sig skýlulausir. Gunnar Vaffa Andrésson sagði einhvern tímann ég hef aldrei séð mann í vondu skap í sundi. Sem er násóltið að sundið er þannig að þetta er ekki svæði til þess að... Sko ég reyndi einhvern veginn að fara í sund í Bretlandi þegar ég bjó þar sko. Og ég gerði það bara einu sinni. Það var svo hræðileg lífsreynsla sko. Það er ískalt vatnið. Við höfum náttúrulega þetta heita vatn. En Íslendingar eiga eitt annað á þessu lista. Hvað er þessi? Þingvellir. Þingvellir? Nei, það er annar listi. Þetta er svona menningarlegt fyrirbrigði. Þetta er svona... Við gætum til dæmis sótt skýrið, það er matur þarna. Við gætum sótt rímunar til dæmis. Ég veit ekki hvað það eru í þar. Við getum sótt verslunarhelga fylleríið. Það er eitt sem að við erum með. Það er eitt sem að tengist handverki. Þeim er aldrei, það er súðbyrðingur. Það er svona tiltekinn tegunda bát sem að ganga svona. Það deilum við með öðrum Norðurlandaþjóðum sem eru með þetta líka. Ég fór og fletti upp þessu, hvað er normenn þarna? Þeir eiga það að fara með búfénað í sel. Að fara á sumrin sem að við gerðum áður það er ennþá í gangi á þeim og þjóðbúningarnir þeir eru komnir hann inn og Danirnir þeir eiga súðbyrði ekki með okkur svo eiga þeir flokkaði hjá UNESCO trommudans Inúíta á Grænlandi mér finnst nú ekki þeir eiga það Nei, það er... Svíarnir eiga nikkelhörpu sem að lítur eiginlega út eins og íslenskt langspil, þannig að við ættum kannski að ná langspilun okkar líka hann inn. Þetta er eiginlega nota núna, þannig að það er ekki sko... Já, alltaf þegar... Langspil? Já, upp í Þjóðminjasafni. Og hann Diddi Fiðla fann nú hvernig ætti að spila á þetta. Nei, það er ekki langspilið, það er það sem var undan, það er íslenska fiðlan, það er Diddi Fiðla fann út því, hann heldur strengnum uppi. Við hefum alls konar sem við getum svolítið Kendum við tekið kannski íslenska röflið? En það var önnur frétt þetta, hún er frá Ítalíu, af því að Ítalarnir fengu sko ítalskan mat. Og einhver geti haldið að það væri þá pizza og pasta og allt þetta, það er ekki. Nei. Því að það er hægt að fá vinna pítsuna inn og eins og ég er að tala skýrið og það eru svona dæmi alls konar svoleiðis. En það sem að þeir eru að fá viðurkennt er það hvernig þeir umgangast mat, hvernig tala, hvernig borða saman, hvernig tala mat. Matarmenningin. Matarmenningin. Því það er frægt að þú sittur með Ítölum til borðs að þá geta þið talað og deilt mat í allavega 3 tíma í góðu sko. Það er verið að veluna það. Það verið að ræða sameiginlegt framboð í Reykjavík. Það er VG og Píratar
Ég held að séu ungir VG sem eru svona eitthvað að þrefa fyrir sér. Píratar eru þau líklega að því. Ég held að það komið fram að Octavia formaður hafi sagt að þau ætluðu að ræða við ykkur aðra flokka mögulegt framboð. En þarna frétt frá heimildinni svona einhverjar hræringar. Það enginn að þessara flokka í góðri stöðu, ekki sósíalistarnir, sem hafa ekki sönnu, því hún búin að lýsa yfir ætli ekki að vera framfyrir þeim. VG. En af hverju hún á þessari mynd? Hún nefnd í þetta sameiginlega framboð? Já, það hefur verið að tala svona góða stöðu hennar í konunum. Persónulega góða stöðu, hún fikk 24% svarenda sem trista henni mest allra. Og búið að vera alveg frá því hún byrjaði fyrir 8 árum tæpum. Já. En Viðskiptablaðið var með framhald af sinni skoðanakönnun. Hún birti hvernig fylgið í einstöku hverfum. Þetta 101 Reykjavík. Þar ber Samfylkingin höfuð og herðar yfir aðra flokka. Svo sjáum við Grafarvog. Alveg. Samanlagt fylgi Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins í Grafarvogi 68% rúm. Ég held að það sé... Hafið þið farið hann inn að Grafarvog? Þetta mannfræðingar hljóta að fara að reyna að greina hvað þetta er. Þetta afar áhugavert, sko. Þetta vegna þess að þetta efri byggðir vegna þess að fólk þolir ekki 101 sem skoða Breiðholt? Mögulega, sko. Nei, það ekki Sjálfstæðisflokkurinn. Þar birtist allt í flokkur fólksins með 16,7% og þarna líka Sjálfstæðisflokkurinn sterkur. Þannig þetta allt öðruvísi. Sanna náttúrulega breiðhyltingur. Rægir þetta með? Jú, hún ólst upp í Breiðholtinu. Hún myndi, ef þetta væri spurt hana, þá myndi að fá miklu meira þarna. Já, mitt. Herðu, eigum við að segja þetta kannski gott? Já, ég verður ekki að leipa vandari dagskrá að. Já, ég ætla að aðeins kannski að við tökum bara síðustu fréttina sem við vorum með, sem maður ársins í Time. Nei, heyrðu, já, við skulum taka þetta. Hún var þetta var alveg frábært. Hún var í Jimmy Fallon, The Tonight Show, með Jimmy Fallon og Laufey að syngja. Hún náttúrulega rosaleg stjarna. Alveg, ég hlusta á þetta alveg meira þar. Hún náttúrulega tilnæmd til Grammy-verðlauna. Raunverulega hún náttúrulega tilnæmd til hennar plata. Svo hún hluti af náttúrulega tilnæmningu Barbara Streisand, það sem svona dúettar og hún ein af þeim sem dúetta. Já. Ég var svo glöð þegar hún kom frá sjónvarpssviðið því að loksins ætti kannski heimsbyggðin að læra að bera fram nafnið mitt, sko. Því nú hef ég búið erlendis og ég þurfti alltaf að stafa ofan í fólk og það hjálpaði ekkert, þannig að Því að Pétur tróð þetta fram, þá erum við svona að halda áfram með bara næstu frétt sem húsfélög og jólin. 57. Fáum við það? Ég veit ekki hvað það sé hægt. Það mikilvægt fyrir húsfélög að setja reglur jólaskemmtingar. Það bara því þetta á að vera hátíð í gleðinnar. Þetta á að vera hátíð í gleðinnar og samstöðu og svona. Þetta fólk í húseigendafélaginu. En það hvolfist yfir það alltaf á aðvendunni mikla deilur það. Hvort það eigi að vera blátt ljós eða rautt. Sumir finna sér bara alltaf eitthvað til þess að rifast yfir, sko. Já, Sigur Helgi heitinn Guðjónsson sem var lengi í húseigendafélaginu. Hann var alltaf einhver reynda til að nágranninn var búinn að setja stú í skorsteininn, svo kom stúi alltaf upp og Sigur Helgi mælti með þeim bara skjóta til að leysa þessu deilu. Ég með eina frétt rafmagn frá Wall Street Journal 58. Sko þetta merkileg frétt vegna þess að það verið að tala að Bandaríkin séu svona í forystu með þróun á gervigreind og svona, en svo náttúrulega komið í ljós að kynverjarnir eru fullir að þróa og þeir eru að benda á eitt atriði sem þarna sem þetta þjáðu vöxt á rafmagnskerfinu í Kína. Þetta bara frá 2010. Það 2010 var bandaríska kerfið kannski, hvað við segja, 30% stærra. Núna kínverska kerfið sko 3 sinnum stærra heldur en bandaríska og meira það. Verðið á rafmagni í Kína miklu, miklu lægra sem skiptir máli ef þú ert að þróa gervigreind og ætlar að fara að nota eitthvað af því hún svo aflsfrek. Rosalega frek. En Bandaríkin ekkert að stækka sitt rafmagnskerfi á meðan að kínverjarnir eru alveg á fullu. Einmitt. En nú það að koma með síðustu fréttina sem maður ársins í Time sem alltaf þykir að ég veit ekki, þykir áhugaverð. Við vorum að tala næstu Hitler áðan, hann var maður ársins á sínum tíma.
líka Stalín og alls konar fólk sem orðið maður ársins. En þeir völdu þess að höfundana af gervigreitinni sem mann ársins. Og þarna sjáu þið lengst í vinstri, þetta Mark Zuckerberg. Og maður númer 3 Elon Musk, það Lisa Su sem situr á milli þeirra. Þannig þetta ekki... Þetta gæti alveg verið Davíð Oddsson á endanum, svona héðan sér, en ég veit þetta ekki hann. Þetta Zuckerberg. Þetta Zuckerberg, já. En síðan þarna menn sem hafa komið að ýmsum stöðum að þessu. Þetta náttúrulega ekkert galið val, af því að það fátt verið meira að tala og fátt sem að verða meiri breytingar í samfélaginu undir gervigreitin. Það er alltaf þetta val á manni ársins að það kemur björgunarsveitarmaðurinn eitthvað. Þetta á bara að vera meina persón sem verður maður ársins, ekki menn ársins eða manneskjur ársins. Þú vil það bara einn? Já, ég vil það. Ég fylgir ekki tvast eftir en ég mæli með því. En björgunarsveitarmaðurinn, það ekki yfirleitt eitthvað sem framdi eitthvað björgunarafrek í lokin? Nei, eins og síðast voru hérna heima voru þeir sem ekki eru varnarkarana. Það hefur stundur verið hópar hér sem hafa verið veldir. Ég heyri að þið eru alveg á móti því. Nei, ég hef enga skoðun á samþykkið ekki. Hver maður ársins? Hérna? Nei, við hefum ekkert farið að bæði. Nei, við erum að... Nú fyrir bæði Rás 2 og einhverju fleiri að velja það. Svo getur við alltaf að finna þeirra viðskiptablöðu velja það. Það einhvern menn sem að fara á hausinn bara fyrir páska. Það ekki taka mótið því að þið verður valið viðskiptamaður ársins. Ég gerir þetta að þau eru með sprengisand. Ég manna Helgi Hrafn var einu sinni stjórnmálamaður ársins. Já. Og Sigmundur Davíð örugglega líka þegar hann myndaði ríkisstjórnina. Þannig þú berð ábyrgð á þessu tveimur. Nei, alls ekki. Laufey og Sigurjón, kæra þakkir fyrir og Pétur Fjellstæði fyrir að halda utan á myndindar okkar, taka upp og senda út og Nikku þakka ég með sem að vera að hlusta og horfa. Minni á að ef þú ert að horfa á YouTube eða á Facebook þá þarf þetta að finna nýtt streymi fyrir Rauðaborðið. Það er mjög spennandi Rauðaborðið hérna handa við hornið. Ef þú ert að hlusta í útvarpinu og horfa í sjónvarpið þá engar áhyggjur að hafa Rauðaborðið rétt handa við hornið. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.